En Lúðrasveit Þorlákshafnar hefur á undanförnum árum getið sér gott orð fyrir spilamennsku sem og spennandi og djarft verkefnaval. Lúðrasveitin búin að vera, var í samstarfi til dæmis Jónas Sigurðsson, tónlistamann, löngu orðið landsþekkt og nú á heldur betur að ráðast í flott verkefni en Lúðrasveitin hefur látið útsetja sérstaklega fyrir sig valin lög úr smiðju Magnúsar Þórs Sigmundssonar og það eru góði gestir sem að koma fram á tónleikunum. Það eru 3 tónleikar og áður en að ég segja alla söguna þá ætla ég að heyra í henni Önnu Margréti, hún á línunni. Hæ. Jú, komdu sæll. Var ég nokkuð búin að segja allt saman? Nei. Ég vant að aðeins upp á. Herðu, þetta ekkert smá verkefni sem að þið eru að hjóla í núna? Já, okkur finnst það nú ekki leiðilegt að ráðast í svona stór verkefni. Nei. Við erum komin góða gráðu í því. Já, heldur betur. Og þetta, og eins og segið, þetta flott verkefni og frábær lög og Magnús Þór Sigmundsson, náttúrulega þekki allir og hann á auðvitað frábær lög. Segðu mér aðeins frá þessari byrjun á þessari hugmynd. Sko, byrjunin á hugmyndinu, það voru Ása Berglind okkar sem að stjórna okkur núna. Þetta svona, já, þetta litla barnið hennar, þessi hugmynd. Já. og við vorum að sjálfsögðu til í þetta leið og hún nefndi þetta. Já. Og maður eiginlega bara gerir sér ekki grein fyrir, ég gerir mér ekki grein fyrir hversu margar perlur hann Magnús Þór á. Það nefnilega málið, Maður gerir sér ekki grein fyrir að hann kom að, sko. Nei. Hann á alveg heilan helling af perlum, það bara þannig. Já, það svo oft sem hann fengi einhvern annan til að syngja fyrir sig sem hefur gert lagið frægt og maður er svona, tengta bara við þá mannesku. Já, en það eins og þú nefnir, mikið af flottum lögum og úr vöndu að velja. Völduðu lögin ein eða hvað? Já, bara við svona saman í stjórninni og Lúðrasveitinni við völdum lögin. Já. Og þetta er alveg, við erum með 12 lög. Já. Og hann Stefn okkar syngur í helmingnum af þeim. Já. Og svo er þetta svo skemmtilega, við fengum alveg nokkra útsetjara til liðs við okkur, þannig að útsetningarnar eru allar svona, já, þær eru ekki eins. Alls konar útgáfur á lögunum. Eins og segir í fréttinni inn á dfs.is að útsetningar á þessum lögum, þetta er allt frá algjörri romantík yfir í kúbverskan rytma. Já. Það var hann til dæmis Sammi Jagor sem að útsetti fyrir okkur kúbverskan rytma, myndi ég segja. Já. Hann útsetti fyrir okkur Álfa og Jörðina. Ok. Og þar erum við alveg bara, við erum búin að henda fullt af fólki úr sveitinni á slagverk. Já. Það kemur alveg frábælega vel út og þannig að það eru alls konar stílar í gangi. Að taka margir þátt í þessu, hvað eru margir sem að koma að þessu? Ertu með töluna? Nei, ekki ég sé nokkuð með töluna. Við fengum einhverja 5-6 útsetjara. Já. Sveitin, við erum svona cirka 35-6 sem spilum í sveitinni. Magnús Þór ætlar að vera á öllum tónleikunum og kynna lögin og segja sögur af lögunum. Já, mér finnst það frábært. Já, það er eiginlega bara geggjað, sko. Að höfundur sjálfur, hann verður sem sagt, ég getur sagt fronturinn, hann kynnir lögin og segir sögurnar. Já, hann er ekki leiðilegt að hlusta sögurnar hans. Nei, frábær náungi líka. Hann er bara mikla að segja. Og gaman líka, við erum með tónleika líka sem að hann er nú búsettur í Hveragerði. Já. Þannig við ætlum að vera með tónleikana í bænum hans líka á föstudagskvöldi. Já, en þið byrjið núna á 50-daginn í Þorlákshöfn? Jú, byrjum í Þorlákshöfninu okkar. Og það er allt orðið klárt, minna Stefán Jakobsson, söngvarinn í Dimmu, hann ætlar að vera með ykkur hérna og þetta er þetta getur ekki klikkað. Þetta getur ekki klikkað. Það er alveg nokkra gæsa húðar bombur hérna. Er það ekki? Það er alveg bara erfitt að spila þegar að Stefán er að syngja með okkur. Já, er gæsa hún fyrir ykkur þegar þið eru að spila? Já, svona gleyma sér og spilar ekki. Já. Nei, ég segi svona, það er rosalega fallegt að heyra hann taka slög. Já, hefur þetta ekki rúllað nokkuð vel þessar æfingar? Er ekki bara, jú, það voru 4 æfingar. Já. Raddæfingar og fólk að æfa sig heima. Já. Og þannig að, jú, við erum orðið. Af þessum lögum sem að þeir eru búin að vera að æfa og muni taka, er eitthvað eitt þarna sem að þér finnst skemmtilegra að spila en annað? Eða kannski bara öll lögin?
Það eru öll lögin, maður. Já, svona lög sem að ég kynntist kannski, eins og lagið Ólíðanleg og Húmar af. Já. Það eru svo falleg lög sem að ég bara hafði ekki hlustað á áður. Nei. Og mér finnst ótrúlega gaman að spila þau og heyra Stebba syngja. Svo er nú svolítið skemmtilegt að heyra Dagsendima nátt í flutningi Stebba Jak. Já. Þetta fötum gerðu frægt. Nákvæmlega. Máttu eitthvað skúpa því? Er það í sínum uppurnalegu takti eða er búið að breyta því eitthvað? Það er, takturinn, svipað, en söngurinn sjálfsögðu í Stebba-stíl. Já, hann gerir þetta sínu. Hann gerir þetta sínu, hann gerir allt sínu. Þetta er frábært. Miðasala, hvar get ég tryggt með miða? Herðu, fyrir Þorláksmessutónleikana. Já. Þá er fólk nú bara, það verður bara að fara að drífa sig og ætlar að koma í Þorlákshöfn. Er það ekki? Það er alltaf klárast þar. Hver að vera síðastur? Við erum bara með 200 miða í boði þar. Það er nú fljótt að fara. Já, það er lítið eftir. Já. Og þar er miðasalan í Kompunni, Hárgreiðslustofu í Þorlákshöfn. Það sem trompetleikarinn okkar vinnur og á þessa stofu. Já. Og ég tala sem bara með einn trompetleikari, ég meina Helga trompetleikari. Já. En og svo er það miðpunkturinn sem sér Hveragerði og Gamla bíó. Já. Við erum með á sunnudaginn. Það er sem sagt Þorlákshöfn á fimmtudaginn. Það er Hveragerði á föstudaginn, ekki? Og svo er það Gamla bíó Reykjavík á sunnudaginn. Já. Og allir tónleikarnir hefjast 9:30. Já. Þetta er svo spennandi, maður. Já, þetta er geggjað. Ég kemst nú ekki alla tónleikana en ég ætla að koma á föstudaginn. Já, líst mér á. Ég ætla að vera fremstur með fána sem stendur Hæ, Anna Magga. Nei. Takk fyrir. Það verður gaman að upplifa þessa tónleika og þessa frábæri tónlist, Lúðrasveit Þorlákshafnar og Stebbi Jak, Magnús Þór að kynna lögin. Eins og ég sagði áðan, þetta getur ekki klikkað. Það er bara þannig. Anna Magga, takk fyrir spjallið, góða skemmtun og takk fyrir að gefa þér tíma. Jú, takk sem leiðis. Takk. Ok, bless.